Já, þá ætlum við svona að taka stöðuna hérna við rauðaborðið eins og við getum sagt. Þórarinn Eyfjörð, formaður Samíkis, velkomin. Kæra þakkir. Það er svona náttúrulega þessi margfræði kjaravetur framöndan eins og var í fyrra. Já. Og það eru svona ýmist teikna á lofti í sambandi við efnahagsmálin, verðbólgu og vexti og skerðingu lífskjara og hvernig verkar sem getur sótt aftur. En síðan er það líka sem hefur búið að vera kannski mest áhugavert svona undanfarna viku er að samkeppni hefur komið orðið fjölunefni hérna, allavega við rauðaborðið í tilefni af skýrslu samkeppniseftirlitsins skipafélögin, þar sem kemur fram bara þar sem að menn eru að brugga launráð og þetta lítur að vera náttúrulega stór hluti af lífskjörónum, hvort að við séum að borga eðlilegt verð fyrir þá vöru og þjónustu sem við þurfum á að halda. Já, bara heldur betur. Já. Og þessi samantekt sem að ég held að margir ef ekki flestir hafi lesið hvað var að gerast í samskiptum skipafélagana. Að þetta einhvern veginn var eins og einhver svona besta hryllingssaga sem maður hefur lent í bara lengi. Og það sem var svo sérkennilegt fannst mér svona eftir á því maður var búin að fara yfir þetta var að maður hálfpartinn trúði ekki að maður væri að lesa þetta á þessu stigi núna í dag. Við getum farið aðeins aftur í tíman og þegar að samráð olíufélagana var sem maður hélt að sínu tíma myndi hafa þau áhrif að svona stærri leikendur á markaði myndu ekki aftur fara í öskjuhlíðina og vera með vináttu samtal þar hvernig þetta að nýðast á neytendum og í þessu tilviki þá líka fyrirtækjum bara í landinu. En það reyndist heldur betur ekki rétt. Þetta kemur upp aftur og aftur og lýsingarnar bara til dæmis á viðbrögðum og handeringu á fyrirtækjum sem að þau voru að þjónusta en að gæsalappa á þessum tíma. Að þær eru bara, þetta næringri átt. Það er að segja að þetta er bara skipulagur þjófnaður á markaði sem að fólk hefur talað og margir trúa á. Að skapi svona bestu verðmyndunin á markaði sem við sjáum að er bara þvæla. Og það sem er svo vont í þessu er það meðal annars að þessi einstaklingar sem að eru þarna aðalekendur að þeir telja að þeir komist upp með að haga sig með þessum hætti og jafnvel að vera að gantast með það innan fyrirtækis hvað er búið að leika einhver ákveðna aðila grátt. Þetta er náttúrulega bara fyrir neðan allar hellur. Og eins og segi þegar maður var búin að fara yfir þetta, mér setja bara hljóðan. Það gæti verið að gerast í dag. Hvort að svona vittlýsingar að þeir var mögulegt að þeir sæti þessum stöðum að geta ráðið þessu. En því miður, það reyndist bara vera og reynist væntanlega bara vera rétt. En er þetta ekki orðið svolítið oft sem að þjóðin bregst við eins og þú ert að lýsa? Það bara trúir því ekki að það hafi ekkert breyst, að þetta sé bara eins og það var. Það er þessi skýrsla. Það var viðbrögð margra við úttekt fjármálaeftirlitsins á sölunum í Íslandsbanka. Þetta hljómaði bara eins og okkar fyrir hrun. Bara eins og lygasaga Já, þannig að almenningur alltaf verið að hissa og ekkert breytist. Já, þetta er svolítið rétt. Og það sem er svolítið umhugsunarvert í þessu, það er hvernig ætlum við að lifa áfram og komast af í lífinu ef við trúum aldrei á að hlutinni breytast. Ég held að svona ákveðin bjarsýni og einhver sagði nú það er til fullt af svona bjarsýni spjálfum, kannski ég fyllum að þann flokk, ég veit það nú ekki. En ég held að bjarsýni hljóti að vera það svona veganesti og það eldsneyti sem við reynum að ferðast með inn í framtíðina. Það er svona verða svona, þegar svona hluti komið í ljós, að þá verður það einhvern veginn alltaf högg á það að við í þessu litla samfélagi, að þá, ég vil trúa því að við eigum að eiga alla möguleika á því að búa til mjög sterkt samheldi samfélag, þar sem að allir njóta bestu möguleika að gæða miða við einhverja forsendur. En þegar það opna svona gáttin inn í það, að það er einhver hópur manna, kvenna, sem að í þessu tilfelli og öðrum sem við þekkjum sem setur bara byggingavörunar sem setur bara að skaða almenning og vissulega held ég að maður ekki vera það næf að halda þetta sé ekki í gangi einhvers staðar
en maður vil samt trúa því að fólk sjá við að sér og fólk líti á það að það taki þátt í einhverju ákveðnu samfélagi sem voru að byggja upp saman af því að allur almenningur hann þar. Það að segja að við erum svona hluta einhverju heild. Almenningur hefur alla jafna ekki áhrifnum á einhverju svona árafresti að lýsa skoðun sinni á því sem framfyrir í samfélaginu. En svo alltaf svona einhverju kraftaraverki sem að vinna gegn hagsmunum almennings og það bara vont mál. Almenningur getur ekki brugðist við á markaði með því að hætta viðskipti við þennan og fara yfir í hinn því að það yfirleitt sama þjónusta fyrir sama verð í öllu fyrirtækjum. Það engin tilgangur í því að skipta banka eða tryggingu. Nei. Það alltaf sami í búði. Og þetta alveg rétt og þetta valkostin eru ekki margir. Og það helgast líka því að við erum svo fámenn í svona stærri samfélagum þar sem að maður getur ímyndað sér að það sé svona frekar virk samkeppni þó við sjáum það líka erlendis að það náttúrulega ekki að því að einunguna tilburðinir eru alls þær að þar sé svona ef að massin flyst yfir á milli þjónustuaðila sem að selja þjónustu þá mun það hafa áhrif. Hér gerist það bara svo í smáum skömmtum. Það að segja að fólk ekki að færa sig á milli. Og það engin verðsamkeppni, þannig að það ekki hvati hjá neytendum að færa sig yfir. Nei, það bara því þessi sömu vextir bara á sömu hlutum bara yfir alla bankalínuna og þannig það flest, oljuna eða það samkeppni í sölu á bensínu og dísel í örlitlum hringi kringu Costco. Já, akkurat og þetta alveg rétt. Og svo erum við einhvern veginn í þeirri stöðu eins og sér að við getum ekki svona brugðist við þannig að það hafi beinlínis áhrif og að þessi aðila sjá að sér heldur alltaf sami söngurinn áfram. Og það akkurat eins og rætti það mjólkin, grænmeti, olían og svo framvegis, bankarnir og þó svo að einhverju taki sig til og reyna að vera virkir og ábyrgar miklu neytendur og skipta eitthvað þá bara það ekki í nægilega stóri skömmtum til að hafa áhrif. Það refsað eins og hefur komið fram í fréttum varandi þá sem að fóru með launareiningi sinni yfir til Indó að þeir geta ekki sótt sér gjaldeyri ég held að vera í Íslandsbanka. Já, nákvæmlega. Sem að alveg bara furðuleg aðgerð og það þetta kalla bara á samkynnislögregluna að koma og handtaka útibússtjórann. Já, þetta er svona fáránlega aðgerð En varðandi að þú nefndir olíufélagið, það kom fram bara upp úr aldamótum 2001 eða 2000, ég maður ekki alveg hvað var, þá var það samkeppnisráð og samkeppnisstofnun, þá voru þar 22 starfsmenn, nú voru 24 í samkeppniseftirlitinu, þannig að við höfum ekki aukið aflið í samkeppniseftirliti. Allan tíman hefur verið mikill áróður frá fyrirtækjaeigundum um eftirlitsiðnaðinn og samkeppniseftirliti séu eiginlega bara svona bögg og tefji fyrir og valdi kostnaði bara hjá fyrirtækjanum. Það enda smá munur núna sem breyting sem að sektirnar eru hærri og það mun vera svona bara afleiðing af því sem að gerast í Evrópu sem að færast hingað. Það svona sektir að hækka víða heim. Í olíufélaginu þá gátt eitthvað 1 eða 2 neytendur farið í skaðabótamál sem að höfðu geymt allar kvittanir. Sú staða neytenda til þess að fara í eitthvað svona málaferli gagnvart skipafélagur út á þessu ekkert sterkari. Þannig að það hefur ekkert í svona grunninn breyst. Það svo við höfum bara trú á því að fólk batni og sjáu af sér. En það ekki eins og stjórnvöld eða almannavaldið hafi raunverulega aukið aðhaldið. Og það kannski út af því sem að niðurstaðan svo sama. Það ekki... þetta eru nokkri þættir sem við kemur inn á sem eru bara mjög umhugsunarverðir. Davíð Oddsson lagði nú niður þjóðhagsstofnunum sínum tíma. En svo spáin var ekki nógu hagstæð. Þjóðhagsstofnun var gagnrýn og var að benda á hluti sem að hún var ekki ánægð með. Þannig að þá var farið að leggja hana niður. Sanngirnisstofnun að svipuðu leyti þá maður kannski fjallum hana þar með sama hætti. Hún var klofin upp til þess að væri þetta stokkana upp og Georg Ólafsson sem hafði stýrt olíusamráðinu, hann var ekki ráðinn aftur. Nei, akkurat. Við getum tekið líka ríkisskatt Skattrannsóknarstjóra? Já, skattrannsóknarstjóra. Hún var rentin í skattin. Að rentin í skattin og allt. Fjármálaeftirlitið í Seðlabankann. Akkurat, nákvæmlega. Þegar að koma svona líka að stofnanir stíga svona fast fram
með stjórnendur sem að ætla sér að reyna að framfylgja því hlutverki sem þeim trist fyrir í samfélaginu, í stóru myndinni. Og hafa sumir hverju ekki bara gert það bara mjög vel, að þá næsta víst að bara í morgunin eftir þá komin hugmynd að leggja viðkomandi stofnun niður eða gera það að svona, þeim sem að sök á að beinast einhvern veginn að. Við getum alveg tekið eins og Íslandsbankamáli núna síðast, að Bankasýsla ríkisins vissulega hefði mátt og átti að gera miklu betur heldur en þið gerðu. En í öllu þessari spillingu sem að viðgengst þar, að þá allir það viðbröð stjórnvalda að leggja Bankasýsluna niður. Nú komið þess þið eru þau segu og við ætlum að gera það óskup myndrænt og gera ferlið þannig að þið séu þau sem átt að bera ábyrgðina og þið brugðu skyldum ykkar. Við ætlum að leggja ykkur niður. Þetta þekkt aðferð hjá stjórnvaldum, því miður. Og sérstaklega þegar að forstöðumenn standa sig bara mjög vel og að sinna sínu hlutverki gagnvart almenningi. Þannig að við sjáum þetta víða og við munum örugglega að óbreyttu ástandi sjá þetta aftur. Ég hef stundum minnst á ritgerð, Emma-ritgerð sem að Jóhannes Karlsson Hraunfjörð skrifaði skattrannsóknir á Íslandi. Að þá eru 3 dæmi þar sem að skattrannsóknir eldust og þá var viðkomandi skattrannsóknarstjóri. Hann misti alltaf vinnuna í kjölfarið út af einhverjum svona breytingum. Já. Það er ráðið að ef þú truflar elítina þá skaltu gjalda fyrir það. Að halda eftirlitinu niðri. Akkurat. Og þessi sönguri sem mantra eftirlitsiðna á Íslandi er nú bara algjör steypa Við sjáum það í öllu sem hvað varðandi bara fjárhagsumhverfið okkar, sjáum það í þessu. Besta dæmi var þegar við varum að nota iðnaðarsalt í að selja neytendum sem heilbrigt salt og svo framvegis. Það sem þarf að gera neytendavernd og eftirlit með aðilum á markaði, það er að marga eflast. Og það þarf ekki bara að búa til eftirlitsheimildir, að hafa eftirlitsheimildir hjá þessum stofnunum. Heldur líka einhvers konar viðbragðsheimildir, að þau getur brugðist við með miklu öflugri hætti. Svo er annað líka sem þarf að gera og það ég held að það sé að hafi fælingarmáttin sem við erum kannski að kalla eftir. Að stjórnendur, ef það sannast, að stjórnendur haga sem þessum hætti eins og virðist hafa verið í samráðsmálum skipafélagana, þá á að dæma þessa einstaklinga bara til fangavistar og svo fangavist á að vera veruleg. Af því þetta er samsæri gegn almenningi, bara bókstaflega. Og það riðlar öllu sem að stór kerfi er að vinna til þess öll launabarátta, þar að segja stéttarfélag og launafólks. Ef þetta er þessi myndarsönn sem blasir við, þar að segja launabaráttan er ekki að skila neinu vegna þess að það vera að svindla og svíkja og vissulega okra, spillingin er þarna, að þá er verið að taka þessi framþróunarskref alltaf af fólki. Þess vegna verður einhvern veginn framþróun samfélagsins að hún stoppar þarna og verður alltaf sama baráttan í stað þess að við sem að færast fram á við. Og þá refsingin fyrir svona hátterni verður að hafa verulegan fælingamátt í för með sér. En Ragnar Þór bent á það að einn þeirra manna sem eru með stöðu sakbornings í rannsókninni, sem var vísa til saksóknara, að hann eftir að það kom í ljós var skipaður sem inn í stjórn lífeyrissjóðs og þar formaður. Það er svona andinn frá samtökum atvinnulífsins. Að þeir kippa sig ekki svo mikið upp við brot á samkeppnislögum að þeir setja mann inn sem að sæti rannsókn. Maður veit eiginlega ekki hvað maður á að segja með þetta, hvaða skilaboð er þetta? Skilaboðin ef að þeir sem að skipa viðkomandi einstakling, ef að þeir aðilega hafa yfirleitt haft augu og eru opin, þá er verið að taka meðvitað ákvörðun það að hundsa eða gefa skít í þessa niðurstöðu í þetta ástand. Og skilaboðin er bara mjög klár. Það er sama hvað gert er eða hvað þið eru að gera eða hvað þið viljið eða hvaða glæp menn hafa framið gegn bara gagvart samfélaginu. Við ætlum alltaf að hafa okkar fulltrúa á þeim póstum sem okkur sýnist. Og þau skulu bara hafa eitthvað hæg. Við munum halda áfram og það er ekkert sem mun stoppa okkur. Og þetta er náttúrulega alveg út yfir öll mörk. Er þetta þannig mál að verkalýðshreyfingin ætti að gera einhverja svona kröfur á stjórnvöld
á sama hátt og skattalega breytingar stefni í húsnæðismálum eru samkeppnismál að því kalibri að það sé verkefni verkefnisreifingarinnar að gera kröfur að venda til dæmis samkeppniseftirlitið eða styrkja það til þess að tryggja þá líklega. Það var hægt að fara rauk fyrir því að það veri leið til þess að tryggja félögum þínum betri kaupmátt. Já, þetta er dálítið sérkenningunar. Það er það sem rauninni ætti að vera, hvað að segja, svona bara mjög ákveðin framganga stjórnvalda til að búa. Og til í öllum löndunum í kringum okkur. Já. En sem það er svo margt sem að sem verkalýðshreyfingin er búin að taka að sér eða koma að, skulum við segja, sem manni finnst kannski í rauninni að stjórnvöld ætti að hafa mjög hátt eða vera mjög hátt skrifað á stjórnvöldum hverju sinni. Til dæmis eins og menntun. Menntunarleiðir er endur og símenntun fyrir allan almenning. Og þú manst eftir átakinu fyrir 10-15 árum að reyna að hækka menntunarstig bara almennt sem var mjög mikið fjallaðum. Sko verkalýðs- og stéttarfélögin komið mjög sterkt inn í það og eru búin að búa til mjög öflugt kerfi endur og símenntunar og í bæði opinberu vettvangi og hinum almenna og leggja áherslu á að allur almenningur sem hefur ekki langskólamenntunum, honum sé við tækifæri til þess að mennta sig áfram. Þetta er auðvitað samfélagslegt verkefni. Tökum húsnæðismálin. Húsnæðismálin núna er eitthvað stærsta hagsmunamál almennings í landinu vegna þess að í fyrsta lega stjórnvöld eyðulögðu gríðarlega gott kerfi sem við höfðum að þegar verkamannabústaðir voru einkavæddir sem voru samkvæmt skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis einn stærstu efnahagslegu mistök í aðdraganda kreppunar eða bankahrunsins. Og núna er þetta mjög ofarlega á borði stéttarfélaganna og þessa almenna hagsmuna. Endurhæfing, það er virk sem er gríðarlega sterkt og mjög þarft svona fyrirbrigði í samfélaginu. Þannig að það er að detta inn það sem manni finnst að þetta vera megin verkefni stjórnvalda að búa til gott samkomulag. Sumuleyti þá er þetta byrjað í samkeppnismálum. Já. En þannig þetta er svo furðulegt að stjórnvöld hafa einhvern veginn stigið frá því að vera málsvara og talsmenn almannahagsmuna yfir því að vera talsmenn einkahagsmuna sem er náttúrulega algjörlega brjálu staða. Þannig að það er ekki annað hægt fyrir svona sterk almannasamtök að taka þessi baráttumál og halda þeim fram. Verðlagseftirlitið, samkeppniseftirlitið, þetta skiptir allt almenning máli og þetta er allt spurning kjör og svona lífsviðurværi. Þetta verið mistök af verkalýðshreyfingunni að gera þetta, svona meðvirkni, að raunverulega búa verkalýðshreyfingi til skjól fyrir stjórnvöld að sinna ekki uppbyggingu ódýrs húsnæðis vegna þess að verkalýðshreyfingin að þessu. Að þeir sinni ekki endurhæfingu vegna þess að verkalýðshreyfingin að þessu. Þeir sinni ekki endurmenntun vegna þess að verkalýðshreyfingin að þessu. Og svo verður til eitthvað svona óeðlilegt samband að launafólk þarf að sækja eitthvað sem er kannski sjálfsögð þjónusta eða réttindi erlendis í gegnum það að versla með launahækkanir sínar í samningum með alls óskyldan aðila. Sumir hafa nú haldið fram að eina alvöru réttarbótin sem komi yfirleitt til inn í Íslands samfélag fyrir svona allan almenning, það eru tilskipanir frá Evrópusambandinu og sumir leiti þá getur það verið rétt. Það virðist vera á köflum sem að Íslands stjórnvöld hafa engan áhuga á réttarbótin fyrir almenning, því miður. Og ég veit ekki hvort að það væri þá skjól fyrir að sé verið að gera stjórnvöld hlutlaus. Ég held þetta mótið að sé bara mjög mikilvægt að halda þeim við efnið. Þess að það er einhvern veginn ennþá þannig að hagsmunir ráðandi afla ná allt á lítið út til þess breiða almennings heldur inn í einhver svona sérstaka hópa sem stjórnmálaflokkarnir telja vera sína hópa. Og ég held að hreyfingin verður bara að vera mjög vakandi yfir því hvernig er hægt að bæta á hverjum tíma hag almennings og allt eru þetta kjör. Þetta eru bara lífskjör. Það eru laun, það eru húsnæði, það er matarverð. Og ef það er verið að svíkja eða einhvers konar samsværi gegn almenningi, í gegnum vöruverð og út af samráði í til dæmis flutningi í þessu tilviki, þá held ég að sé bara alveg forsvaranlegt að verkalýðshreyfingin sé að skipta sér á því. En það munur á því hvort hún gerir kröfu að ríkið veiti til þennan þjónustu eða tryggi tiltekið rétt
eða að verkalýðshreyfingin byggir upp, segjum til þess eins og virk, það sem tekir öfurlega först próstutala af launum til þess að byggja það upp. Það náttúrulega fyrir utan skattkerfið sem hefur möguleika á því að þeir sem hafa mestu tekjurnar borgi mest og þeir minnst inni, þannig að það verður alltaf stærri hluti sem með flata skattimtu. Við erum með lífeyrissjóðuna þannig og við erum með starfsendurmenntarsjóðuna, endurhæfinguna og eitthvað fleira. En það sko, það sem við tökum bara sem virk, það krafa sem verður þar til byggir á því að við sko verðum vörfið að það svo margir sem að detta út á vinnumarkaði, það bil. Það eru alls konar sjúkdómar og fleira og við vitum það þegar fólk á vinnumarkaði lendir í þeim hremmingum að vera eitt heima í einhverjum veikindum eða afskipt, þá er svo mikil hægt af því að það sé komið inn á einhverja braut sem leiðir til þess að fólk verður þess að getur ekki lengur tekið þátt bara í vinnumarkaðnum, einangrast og verða öryrkjar. Og þið uppgötu þetta meðal annars vegna þið eru með sjúkrasjóðina. Já. Þannig að þið bara sjáu þetta. Við bara sjáum þetta gerast. Bara eftir, þið getið gert upp daginn og þá sjáu þetta gerast. Og meðan stjórnvöld eru bara ekkert að pæla í þessu. Nei, það sem gerist það sem er samt sem á gott, við tökum eitthvað jákvætt, að það er að síðan í gegnum samninga, að þá eru til þetta samstarf félagana og ríkisvaldsins. Bæði sem ríkis og líka sem atvinnurekanda, skulum ekki gleyma því. Og ég held að þú veist, akkurat að svona samstarf eins og í kringum það verkefni, það er bara mjög vel heppnað. Og þá verður hreyfingin svona málpípa almennings á svona breiðum grunni og það tekst að búa til gott samvinnuverkefni sem lifir síðan bara mjög sterku lífi í framhaldinu og er bara með að gera flotta hluti. Og ég vil trúa því að það sé hægt að gera samkomulag við ríkisvaldið og eftir atvinnurekendur sem að leiða til svona, góðra hluta á breiðum grunni fyrir samfélagið. Eins og var gert í Kanada með atvinnuleysistryggingasjóði, sumarleifum og alls konar lífskjarabótum. Með orlofsrétti, og fleiru. En hitt er annað mál að þó svo við séum komin á stað til með bjarg og blæri réttar svona aðeins að komast á stað og þá þessi byggingafélög, þessi húsnæðisfélög sem eru sprottin úr hreyfingunni, að þá þarf þörfin er svo miklu stærri og meiri. Þetta að þessi apparat í núverandi fjármögnun og í stöðu ráða almennilega við. Það þarf að stíga svo miklu stærri skref og það þarf svo miklu meira fjármagnin í þetta til þess að við getum mætti bara þeirri þörf sem við sjáum núna bara á næstu árum. Þá er ég að tala húsnæðismálin. Og það er húsnæðismálin, við getum líka sagt heilbrigðiskerfið, þar sem ég veit að til dæmis út á landi er mikil svona vaxandi svona hugmyndur það að verkalýðshreyfingin verða að gera einhverja kröfur til þess að tryggja fólki að uppbygging að verði endurreist heilbrigðiskerfið út á landi. Og þá erum við kannski með þessar stóru kerfi sem að ríkið ætti að sinna sem að hafa verið vanrækt og þá þarf verkalýðshreyfingin að snúa sér að því og krefjast þess að það verið endurreist. Af því við búum við það eins og þú lýstir að ástand að stjórnvöld ekki að geta hagsmuna almennings, heldur sérhagsmuna. Og þá er eiginlega verkalýðshreyfingin orðin röddin til þess að reyna að sveigja stjórnvöld í það áttina að byggja hér grunnkerfin okkar upp þannig að þjóni almenningi. Þetta er náttúrulega svolítið skrítið. Við erum orðin svo gamlir að við getum litið svolítið aftur á bak og séu hvernig hlutinu voru hérna í gamla daga. Ég fæddur á uppalinn í Keflavík. Þar var til að mynda starra sjúkrahús sem var alveg fullmannað og full tækjum sjúkrahús fyrir svæðið. Og ég meira segja sem ungur drengur fór þar í aðgerðin og bara flottri skurðstofa því ég var kvislitinn. Og það er á fæðingadeild og það er á öll þjónusta sjúkrahúsþjónusta veitt. Nú er þetta orðið svo dýrt í þessu velmjóna samfélagi sem við búum í núna, að það er ekki hægt að veita þessa þjónustu. Það er búið að breyta sjúkrahúsinu. Það voru flugvellir í hverju einasta smáþorpi líku á landinu. Það voru stóra sjúkrastofnanir og heilbrigðisstofnanir og læknastofur út all land. Þetta er breytt vegna þess að það er búið að draga saman einhvern veginn þjónustu, viljan til að veita þjónustu all land. Og við getum alveg spurt okkur hvernig stendur á því að núna, þetta auðuga samfélag, hvernig er skiptingin á þeim auði sem við eigum, hvernig er hann eða hver er skiptingin þar og í hvað eru að setja fjármunina, hvernig stendur á því að það er ekki hægt að veita betri sjúkrahúsþjónustu út land. Vaðlaheiðargöng voru byggð vegna þess að ein ástæða var svo eða söguna sem að heyrði í aðdraganda þeirra að það væri sem að vissulega er rétt
að það gæti verið hættu ástand þegar að til dæmis að fólk þetta komast inn til Akureyrar í sem vegna fæðingar, í nauðum, í slysum, að það þyrfti að Víkurskarði geti verið loka og fólk þyrfti að komast sjúkrahús sem alveg rétt röksemd. En hvernig stendur á því að hérna sjúkrahúsið á Húsavík sé ekki betur búið? Skilur þau? Þannig að hér áður fyrir eins og viðmurnuða að þá voru þessar þjónustu einingar samfélagsins, þær voru víða miklu sterkari heldur en þeir eru núna. Og við erum miklu auðugri. Það er miklu meiri velmeðun. Samfélagi byggðu upp héraðsskóla, héraðssjúkrahús þegar það var miklu fátækara. Já. Og heimavistarskólana og allt þetta sem var byggt upp. Ég tek stundu dæmi að því að við erum í Bólhollinu og hinum megin Hátúnið. Þar eru svo kallar öryrkjablokkir. Þar voru byggðar teknar ákvarðanir og svo kom Síldarhraun, en það voru samt byggðar. Já. Og sem að ég ekkert með reyndi að framreikna hversu stórt átak þetta væri, að þetta væri svona svipað og væri bara að taka ákvarðanum að leysa svona góðan hlut af húsnæðisvanda öryrkja á Íslandi. Akkurat. En það er engin svoleiðis átök í gangi. En svo líka þá getur maður líka hérna, þú veist, það er stór máli til þess að byggja Landspítalann núna. Hlutfallslega hvernig var það þegar Landspítalinn var byggður upp á Hringbrautinni? Ég meina, hvers konar samfélagi lifðu við þá í? Það var nú verið að sníkja peninga hér og þar. Jú, en samfélagi gerði þetta. Samfélagi gerði þetta og samfélagi byggði líka þjóðleikhús á sínum tíma og átti ekki bót fyrir borun á sig. En þá erum við á okkur tíma þar sem er svona lítið á að við séum að byggja upp sameiginlega samfélag sem við viljum búa í. Og stjórnvöld litur svo á að það væri sitt hlutverk. Stundum er eins og það sé ekki lengur þannig í dag að samfélagi eigi að byggjast upp miða við eitthvað sem að kemur bara annars það frá. Hvernig markaðurinn ákveður að leysa eitt og þetta. Og það byggist upp samfélag eins og við séum eiginlega að taka ákvarðanum að byggja það upp. Kannski er það eitthvað svona valda afsald stjórnmálana. Þess að þeir telja það ekki vera sitt hlutverk að byggja framtíðarlandið. En þetta kemur líka inn á bara stjórnmálaskoðanir. Og þetta viðhorfs til með svo nýfrjálshyggjunnar það er engavæði allt. Ég held að akkurat núna að þá eru þessi öfl og maður hlustar svona aðeins dregur eitthvað saman það sem að fjármálaráðherra var að segja í gær. Það sem hann var að tilkynna uppsögn ríkisstarfsmanna í einhverju 100-tali eins og hann orðaði það, eða tók undir. Til að bæta Ísland, já. Og samdrátt eða gera stofnunum skera mjög niður hjá þeim til að gera þeim resturinn forstöðumönnum væntanlega, að taka ábyrgð á því að skera niður resturstofnana og til þess að draga úr kostnaði ríkisins. Maður veit ekki alveg hvort það sé bara talin sitt bakland og tala inn í bara landsfund Sjálfstæðisflokksins sem alveg hugsanlegt er og þetta breytist núna allt í meðförum í þinginu, að þessi viðhorf að draga, að láta samfélagi skreppa saman núna. Við getum aðeins tekið til mér eins og þess áætlu og spurt akkurat, núna virkilega þakka heilbrigðiskerfinu, menntakerfinu, öllu kerfinu sem sér stjórnsýsluna og heldur samfélaginu gangandi fyrir hvernig það stóð sig í COVID. Nú að virkilega þakka fyrir. Það er að segja að taka þetta kerfi og þetta er ekkert flókið, þetta er heilbrigðiskerfið, þetta er menntakerfið og þetta er samgöngur og fleira sem þessu stóru kerfi. Það er svona sparnar hafa ekki til nema þar. Það er að segja þessi kraftar sem heldur samfélaginu gangandi og þessi hópar sem farið alveg gríðarlega fórnir, bæði heilbrigðiskerfinu og menntakerfinu, tökum bara það. Nú er verið að þakka þeim fyrir og sagt, nú ætlum við að fara að reka ykkur og við ætlum að reka ykkur í 100-vís og svo ætlum við að reyna að gelda þessar stofnanir eins og við mögulega getum. Takk kjærlega fyrir framlagið. Það er efnahagsaðgerð til þess að styrkja Ísland. Já, og bara takk kjærlega fyrir framlagið. Hvað segir þessi rök að við ætlum að taka 300 opinberir starfsmenn sem eru kostnaður og sóa peningum og þannig það fólk fái þá líklega vinnu hjá einkageiranum sem að býr til peninga? Ég held að í þessum hugmyndafræði þá er enginn að tala það að þetta lið fari, þessi hópur, þessi einstaklingar, að þeir fari vinnu í einkageiranum. Það er ekki að hugsa svo langt. Það er bara að hugsa að koma þessu fólki út úr vinnu, út úr þessu launakostnaði ríkisins. Þetta er náttúrulega algjörlega galið. Þú ert að semja við fólk sem að Bjarni allavega lítur á að sé að sóa peningum. Jú, og þess vegna ganga kjara samningsviðræður svona illastundum. Það verður bara eins og að viðkennast að fyrirstaðan verður að gera betur og hún er mjög mikil á köflum og sem bara dæmið það þá mitt félag það fór í verkfall 2015 og við vorum byrjuð í verkfalli líka 2019 þegar COVID kom
og raunverulega COVID pakkaði svolítið inn svona ferlinu og það þurfti að loka á því og nú voru að henda okkur út úr húsnæði ríkisátt sem þessa nótt sem vorum að ganga frá hérna samningum. En það hreint með ólíkindum og núna til þessu sveitafélagi núna síðastliðið vor að þurfa að fara í sko svona langvinn og svona erfið verkfall út af rauninni smámunum í stóra samhenginu bara út af smámunum vegna þess að vinnuveitundur eða launagreiðendur ætla ekki að stíga þetta skref að vera með skulum segja einhver svona jákvæða strauma í málum sem eru auðleysanleg að hleypa þessu svona hnút. Og það ég held að væntanlega þá fær samninganefnd ríkisins einhverja orður þetta ef að þetta er stefnan að það ekki að gera neitt og það kallar ekkit annað á annað heldur en brátök. Það er nú bara þannig. En þið eru að semja við stjórnvöld sem að trúa því að segjum að hjúkrunarfræðingur sem vinnur á Landspítalanum, hann er kostnaður. En ef hún myndi vinna hjá klínikinni að þá væri hún að búa til verðmæti. Þetta ljómar fáránlega, þetta er bara ræðan sem okkur er búið upp á. Já, sko þetta með að hérna hefur opinberið sé ekki að búið til verðmæti er náttúrulega sko því líka regin fyrra að það er sko, ég veit ekki hvernig maður aðeins á að svara þessu. Það er allt háskólasamfélagið. Það er grunnurinn að meira og minna að nýsköpun á Íslandi. Það sé að þekkingin sem verður til í svona, í þeim geirum bæði hérna eðlisfræði, læknisfræði, alls konar hérna geirum sem er að búa til allt mögulegt í nýsköpun verður til vegna þess að við sem samfélag erum búin að hérna búa til eitthvað grunn þar sem að einstaklingar geta stigið inn og búið til eitthvað sem verður að miklu verðmætum. Verðmætin sem að heilbrigðiskerfi skapar er gríðalegt. Heilbrigðiskerfi sé til þess að það hefur það markmiði að við getum tekið þátt í samfélaginu. Sem dæmi, sem ég hef nú persónulega reynslu af líka, að það er, þegar ég var í sveit til dæmis, tökum bara dæmi, og bjó sem drengur í Keflavík, þá sá maður eldra fólk sem gat ekki orðið gengið. Það var komið í keng kannski rétt 50, eða rúmlega. Það gat ekki stigið lappirnar, var komið með alls konar hækjur og vesen og síðan fór út af vinnumarkaði vegna þess að það hafði ekki afl til að vera þar lengur. Og vegna þess að það var eitthvað að ángraða til dæmis eins og skemmdi liðir. Komið staf, þannig að maður sér ekki oft ekki bara staf, heldur bara að komið heim. Og þegar ég var í sveit þá var fólk lagst í kör vegna þess að það gæti ekki stíðið lappirnar. Núna að þá til dæmis sér heilbrigðiskerfið það að þessu fólki sé hjálpa þannig að það mun taka þátt í atvinnulífinu næstu 20-30 árin til viðbótar sem var bara hreinlega skerðing á vinnuafli fólks. Þannig býr heilbrigðiskerfið til bara eðlið þess er að búa til verðmæti. Það sé að hjálpa fólki að taka þátt í samfélaginu áfram. Þannig ætti þetta að virka en að því að ég hef nú farið í gegnum svona að þú byrjar á að vera 2,5 ár að bíða eftir lausnina mála. Já, þá getum við alveg talað um það sko hvað fer mikið af svona verkþjóðatekjum til hérna heilbrigðiskerfisins hjá okkur miðað við það sem gerast á Norðurlöndum. Sko, þegar að vera að tala að hérna heilbrigðiskerfið okkar sé vanfjármagnað, að þá erum við auðvitað miðað við þjónustu þörfina og við erum kannski líka að bera okkur saman við hvað gerast á hinum Norðurlöndunum sem við þekkjum best. Og þá munar alveg gríðarlega hversu hátt hlutfall að verkþjóðatekjum rennur til heilbrigðiskerfisins hjá okkur og hvað rennur til bara til hinna Norðurlandana í heilbrigðiskerfið. Og þessi biðlista sem eru núna er vegna þess að það vantar fjármuni. Þetta er ekkit annað, þetta er bara lýsing á því það vantar peninga til þess að gera þetta. Og ef myndum við vilja standa okkur vel, þá myndum við reyna að nálgast að hafa sama fjármagn inn í heilbrigðiskerfinu og á hinum Norðurlöndunum. Og þegar hugsa þetta þá finnst mér, allavega mér finnst það athyglisvert, að við gleymum oft í þess að þurfum að miða okkur við Norðurlöndin og hvað fer mikið til samfélagsmála, að við erum stóran útgjaldaflokk sem það er einn stór útgjaldaflokkur sem við erum ekki hluti af hér, heldur er á hinum Norðurlöndunum sem við byrjum okkur saman við og það eru útgjöld til hermála. Ég meina þessar lönd er að reka mjög dýra herji og fyrir alveg gríðalegt fjármagn í það. Samt sem áður að þá geta þau gert miklu betur í fjármögnun á heilbrigðiskerfinu. Við erum ekki með hennar þátt og við erum segjum að við getum ekki gert eins vel eins og þau. Ég held að það sé bara della. Við gerum það ekki. Það er ef að stjórnvöld á Norðurlöndunum sjá verðmæti í því að skipta mjöðum hjá þeim sem á þurfa að halda sem fyrst til þess að geta orðið virkur samfélagsþegn. Þá er það þannig að stjórnvöld í Íslandi sjá ekki þessi verðmæti.
Já, eða bara ekkert að horfa á það. Heldur bara að horfa á það að þau vilja bara minnka ríkisútgjöld. Því þetta bara mantra það að minnka ríkisútgjöld. En ef almenningur í Íslandi vill sömu þjónustu og fólk færa á Norðurlöndunum þá verður við að hækka skatta. Já, það bara liggur alveg í augum uppi. Og við getum orðað öðruvísi, hækka skatta, jú, það hugtak sem hægt að nota. En við getum líka að nota hugtakið, við ætlum bara að ná í réttmætan skerf af þeim verðmætum sem þjóðin á sameiginlega. Og þá erum við að tala um auðlindirnar. Við erum að tala um fiskveiðiauðlindina og núna þetta með eins og laxinn í Hvím, það segja sjóeldið og allt það. Og núna bara að opna augu fólk að opnast verið því sem að sumir hafa haldið fram í áratugi jafnvel, að vatni sé mjög verðmætt. Það mjög verðmætt. Þannig að þetta alltaf auðlindir sem samfélag á sameiginlega og það á að taka réttmætan skerf af því inn í rekstur samfélagsins. Að þá væri þess að rekstur umhverfi ríkisins allt öðru sig. Þar fyrir utan eru skattar hér lægri en á Norðurlöndunum, fjármagnstekjuskattur, fyrirtækjaskattur og fleiri. Við ákveðum að verja fjármunum ekki í heilbrigðiskerfið ef við erum undir þar Norðurlöndunum, heldur ætlum við að verja fjármununum í því að hafa hér lægri skatta á fjármagn og fyrirtæki. Já, þetta bara alveg rétt. Það að segja rétt og þú veist, svo getum við deilt um það. Hvað svona réttmætur skerfur af hagnaði, arðgreiðslum, náttúruauðlindunum og og svo framvegis. Og allavega ég þeirra skoðunar að þessi skerfur í dag, þessi hluti sem reyndur samfélagsins, hann bara alltaf lítill. Það á að hækka skatta á arðgreiðslur, það á að hækka skatta á auðinn sem í samfélaginu og það á að hækka líka afnotagjaldið af auðlindunum. Þannig eigum að fjármagna samfélagið. Eru þeir að fara í samninga, þeir komið þarna eftir almenna markanum og munu að fylgjast með því og eins og við erum búin að fara hérna yfir að þá til þess að bæta lífskjör þá þurfa að vera samkeppni hérna. Það þarf að bæta heilbrigðiskerfið og húsnæðiskerfið. Það þarf að bæta skattkerfið. Það þarf eiginlega að breyta stjórnarstefnu. Og nú ríkisstjórn sem var að kynna fjárlög í gær sem ég hef nú fjallað fjárlög í áratugi en ég bara nefndi ekki að fjalla þetta. Það var eiginlega ekkert í þessu sem ekki hefði verið kynnt mörgu sinni áður. Það var eiginlega engin stefnumbreyting í þessu. Það var eiginlega ekkert nýtt í þessu fjárlögum. Þannig að það bendir til þess að það ekki verið að breyta stefnu hér á nokkurn hátt. Já, það allavega engin sjáanleg merki það. Og ef við ræðum svona stjórnmál og það sem virðist vera stjórnmála ástandið í samkvæmt skoðanakönnunum, þá ég nú að segja að það kemur mér alveg sérstaklega á óvart núna, þetta skildi vera sett fram með þessum hætti, að því að ég held að til dæmis eins og kjósendur Vinstri grænna sem hafa verið bara tildulega tryggir kjósendur þess flokks. Ég held að þeim sé ofboðið núna. Að í þessu stjórnarsamstarfi sem eiga á að vera vinstrasta vinstrið, það að segja aðal baráttu liðið fyrir hagsmunum almennings, að það skuli bara gerast að á þeirra vakt skuli svona fjárlagafrumvarp sett fram, það sem ekki neitt. Vitandi það að til dæmis við tökum bara ríkisresturinn, að fólki sem stendur það vaktina og hefur staðið, að þetta sé skilabóti þeirra nú að fara að segja þeim upp. Þetta alveg stórkostlegt. Þeir munu örugglega fá fullt að atkvæða móti þetta. En ef við búum í samfélagi þar sem að stjórnvöld reka frekar sérhagsmunni heldur en almannahagsmunni, eins og við erum búin að rekja hér og það hefur verið hlutverk verkalýðshreyfingarinnar að reyna að semja einhverjar lagfæringar á kerfinu, stundum bara fjármagnað með launatekjunum sérstaklega. Þá myndum við ætla að það var eiginlega næstu höfuverkefni verkalýðshreyfingarinnar að sækja á stjórnvöldum að breyta þessu stefnu. En við erum eins og með ríkisstjórn sem að ég held að þú hefur ekki að trúa því að þú getur látið hann að breyta stefnu því að hún eiginlega ófær að móta stefnu. Já, svo þú kallar ríkisstjórn lægsta samnefnara, þau gera bara sem minnst. En það þetta svolítið vandamál þegar við tökum við svo lífskjarasamningin sem var á svona almenna markaðnum að það var ég held að eins og ASÍ-félögin sýndu bara mjög mikla samfélagslega að hluta til ábyrgð þó svo að maður hafi kannski viljað sjá svona aðeins aðra áherslur en samt sem áður. Þau sýndu ábyrgðir að búa til eitthvað sem að gæti verið hjálpað okkur á svona stórum skala inn í framtíðina.
Það voru lofur sem að ríkisstjórnin gáfu þar. Þess að ríkisstjórnin ætla að taka sér ákveðna þætti. Þú heyrir alveg hvernig aðeins í félögin tala núna. Þau líta svo á að ríkisstjórnin hafa á þeim tíma svikið allt. Þau hafa sviku allt sem að þau gerðu ekki það sem að þau lofuðu. Og lífskjarasamningurinn kannski byggði svolítið á því að það yrði staði við það. Það er svona samfélagslega málefni sem þau ætti að taka og koma í höfn. Það gerist ekki. Ýmis lofvörð tengist húsnæðismarkaðnum og líka leigumarkaðnum, leigubrens og svona sem að við getum ímyndað okkur að ástandi verður bara miklu betra ef að ríkisstjórnin hefði bara staðið við þetta. Já, hefðu bara staðið við þetta. Eitthvað sem þau ætluðu að gera. Eitthvað sem var skrifað inn í samkomulag. Eða, við veitum ekki hvort þau ætlaði að standa við þetta. Já. Stundum er það þannig að menn lofa ykkur en þeir ætla ekki að standa við það. Þegar sko er verið að tala saman á þessu leveli, þá má ekki svíkja. Þetta er svolítið svoleiðis að þegar komur að þarna orða að tala við sko, við skulum segja bara æðstu ráðamenn með landsins, þá er það bara ekkert í orðabókinni að það megi ganga á bak orða sinna eða ekki gera það sem að tala að það veri gert. Það bara má ekki. Því ef að það er gert, þá er það að tala um algjör á upplausn. Þá er það að tala um bara, þú veist, samfélag sem er í algjör upplausn. Þá erum við upplausn, því að þetta var ekki staðið við þetta. Já, þú sér það. Þú sér bara hvað er að gerast núna. Skammtímasamningar, það verður engin langtímasamningu núna. Verður ekki? Ég hef enga trú á því. Og þar að leiðandi mun ríkisstjórnin ekki koma með neitt að borðinu. Væntanlega ekki. Þú sér það, núna stendur aðeins í framfyrir því að hafa búið til svona heildarsamkomulag til að varða vegina fram á veg. Og það búið að svíkja mjög stóra hluti þar. Svo var komið hérna í skammtímasamningin núna síðast, það sem var að bregða sérstaklega við efnahagsástandinu og svona búið til bara svona smá skref við vonandi varum að jafna okkur einhverju, við erum ekki búin að jafna okkur því. Þannig að það er ennþá þessi upplausn í samkomulagi sem var til framtíðar mjög stóra hagsmuni almennings. Það er ekki ennþá búið að hefna það. Þau hafa ekki stigið þau skref sem þurft að stíga. Það er bara upplausn. Þannig að samningarnir núna, það væri miklu einfaldara hefði verið virkilega stigið þau skref sem lofa var. Það væri einfaldara núna að fara inn í kjarasamninga. En það er ekki staðin sem stjórnvöld kusu að láta lífskjarasamningan ekki varða leiðin inn í framtíðina. Já. Og það er bara ákveðin upplausn. Því þegar ekki er staði við það sem að samkomulag læstum, að þá ertu miklu vanda. Og þessi vandi er núna til staðar. Og líka að því þú nefnir sko skammtímasamningana að við myndum jafna okkur. Skammtímasamningandi voru svona stuttir vegna þess að það var óljóstum svo kallan viðsnúning atvinnulífsins. En hann hefur orðið miklu meiri heldur en nokkur bjóst við þegar skammtímasamningur var gerður. Já. Þannig að raunverulega launafólk að það eiga svona kröfur að fá eitthvað meira. Þú veist að þeir hafi lagt á sig, það var eiginlega veðjað á minni viðsnúning heldur en varð. Það er alveg rétt. Já, því að vandinn var þar ekki endilega verðbólgan eiginlega verður sko vandamál í framhaldinu. Því að það leit út eins og verðbólgan væri á niðurleið þegar samningarnir voru gerðir. Svo fór hún bara aftur upp. Vegna þess að hið opinbera og fyrirtæki hækkuðu bara verða á vöru og þjónustu. Já, sko, þessi kenning það að sko Seðlabankinn eigi, eða hvað að segja kenning eða framkvæmd, að Seðlabankinn eigi að stýra verðbólginu með hækku stýrivaxta, sem að er bara kennisetning sem er ekkert að virka, eins og við sjáum bara núna. Hún framkallar þetta ójafnvægi. Það er að segja að vissulega þá eru ýmsir þættir svona í umhverfinu og svona í heiminum, sem verður þess valdandi það verður svona röskun á markaði. Hins vegar verðbólgan sem er núna, hún er miklu byrja að kerða því að það er svona orðið undirliggjandi í hagkerfinu okkar það, sko verðbólgu væntingarna núna eru farin að stýra vöruverði, þjónustuverði og svo framvegis. Og síðan þessi gríðalegi, svona gríðalega aukning á ferðamannastraumnum, eftirspurnin er svo ofsalega mikil á ákveðnum mörkuðum, eftir ákveðnu þjónustu og eftir ákveðnu vöru. Og svona mikil eftirspurnin, hún hækkar verð, við vitum það. Þannig að svona samlíkjandi þætti sem hefur verið hægt að setja sko einhver mörk eða reynt að stýra, það hefur ekkert verið gert. Það er bara endalaus innflutningur á ferðamönnum. Það vöruhækkanir eru ekki bara að koma ekki frá áhrifum frá útlöndum. Þetta er svona innlend svona tilhneiging núna. Þannig að þetta er svolítið heimatilbúin vandi einnig. Þess að við getum náttúrulega að tala verðbólguna og stýrivaxta hækkanir og framgöngu Seðlabankans frá 2019 og allt það. En það er sko ríkisstjórnin er ekki heldur að spila með Seðlabankanum.
Þannig að umræðan sem var eftir skammtímasamningin að þetta nýta tíman til að undirbúa eitthvað sem er langtímasamningur. Þú er enga trú á því að þessari. Núna? Já. Það eru engin teikn á lofti og sem hafa verið náttúrulega ágætt það sem að forseti ASÍ líka sagði í morgun í fréttum. Að það er ekkert að frétta úr þessu fjárlagafrumvarpi. Þetta fjárlagafrumvarp sem að Bjarni var að kynna, að það er ekkert í því sem að er svona innleggið komandi kjarasamninga. En það er ekki vanin heldur hérna á Íslandi. Vanin er sá að stjórnvöld gera ekkert, sína ekkert á spilin, svo eru samningar og þeir láta eins lítið og mögulegt er til ykkar til þess að verða eitthvað pakki út úr því. Og ég fylgst ég að tala við hérna fólk og verkefnisreifingunni hérna og sömur orðað þannig að út af þessum svikum sem það lýsa núna, að nú er þetta að vera öfugt. Nú er þeir stjórnvöld að koma fram með eitthvað kjarapakka og þá er þetta, þú veist að því að tröstið er farið, að þeir verða að koma undan. Sem hefur náttúrulega verið mjög klókt skref. Já, það var bara, það var ekkert sem bendi til þess að ríkisstjórnin ætlaði að gera það, Nei, því miður. Að því ég held að það hefði verið færi, þau voru færi til þess að gera það. Þau höfðu getað stigið fram með einhverja góðar hugmyndir og búið til einhver svona jákvæða stemningu. Þau kjósa að gera það ekki. Og þá... Eða þvert á móti. Já, bara þvert á móti. Og þá vantarlega með það í huga að eiga þá einhverja innkomi með því að gefa eftir og verða mýkir og bla 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 á einhverju síðari stigum. En þetta er bara þessi aðferðafræði, hún er bara heimskuleg. Og svo það sé að ákveður trúnaðarbrestur, þannig að menn kom ekki á samningunum í vonum að ríkisstjórnin komi og leysi það á endanum vegna þess að menn eru sviknir af þeirra svikum. Já, þú er heyrt bara málflutningin undanfarið, hvernig hann er. Og þessi vonbreiðatótt sem var í forseta ASÍ í morgun. En við skulum ekki gleyma því heldur að það er starfandi þjóðhagsráð. Það sem þessi aðilar eru að tala saman. Þannig að það er hægt að nýta þann vettvang ef það væri svona skapandi og skemmtileg samvinna. Og það verður fólk að taka höndum saman. Ég get ekki séð það sem nokkrum hætti verið að gera það. Það er bara verið að auka og kynda betur undir bara sundurlyndi. Og það er það er allavega ekki eins vænlegt til árangurs eins og ef að fólk gæti allavega saminast einhverja meginlínur. Og myndi og það verið traust á því að fólk myndi standa við það. Og allir kæmi með eitthvað að borðinu til þess að leysa sameiginlega vanda. Já, það er ekki, við erum ekki þar. Nei. Og við erum í því sem þú lýstir á þann sem bara upplust og við þarfum að vera að lausa samningar. Hvað tímabili er það? Er það verður verkefnisreifingi bara að sína afsitt til þess að bæta samningsstöðu sína? Ég held að það má alveg lítið til þess að á undanförnum árum að þá hefur verkalýðshreyfingin, hún hefur beitt verkfallsvottinu örar og að meira afli heldur en svona fyrir einhverjum árum sem við getum litið til. Það er að segja að það hefur verið að búa til ágreining sem er orðin svona, ég segi kannski ekki hatramari, en það er allavega minna umburlendi milli aðeila. Það var til dæmis í verkföllum ykkar og bara starfsmanna núna í sumar BSRB þannig sem var svona lítill ágreiningur svona utanfrá séð. Já, ekki lítill ágreiningur heldur svona tiltölulega auðleyst mál. Tiltölulega auðleyst mál var það alveg gríðarlegum ágreiningi. Og ég sagði strax í upphæð þegar vorum að þegar þetta var að byrja. Og ég tala bara mjög opinskátt það líka við viðsemjendur. Að hvort þau virkilega ætlið að fara í baráttu sem allir myndu skaðast á. Allir. Og fyrir ekki stærri hagsmun heldur en þetta. Auðleysanlegt mál í rauninni. Og það var það þurfti þetta til þess að komast að þessum endapunkti sem að við sögðum við munum ná þessu. Og náðu þessu. Og gerðum það. Og til miður að þá var þessi spá mín sönn með hún rættist að þetta er skaði fyrir alla, þetta er félagslegu skaði, þetta er skaði á trausti atvinnurekenda og þeirra og launa fólks, þar á milli bara í samfélaginu þar á milli. Þetta er skaði fyrir fólkið, þetta er skaði fyrir félögin og þetta er skaði fyrir allt samfélagi þegar það þarf að fara svona mikla baráttu fyrir auðleysanleg mál. En er þetta ekki hollt fyrir félögin að sína að þau geti náð fram sínum markmiðum?
Sko, það má alveg, sko, kenningin segir það. Kenningin segir að stéttarfélög verði að fara í verkfall alltaf með ákveðnum, hvað að segja, millibili, til þess að finna fyrir, sko, þeirri forsenda að vera yfirleitt til á ný. Já, bara, það er betra fyrir því að koma næsta samningum ef þú kemur úr verkfalli, því að þá veit viðsjamendin hvað er í húfi. Já. En svo getum við líka mælt þetta á þeirri vogaskál og spurt, sko, er skynsemishyggjan, er hún vænleg til árangurs til lengri tíma? Þarf alltaf að lenda í einhverjum skotgröfum eða þarf að vera til samblanda hvort tvekja? Það er að segja átökum alltaf með reglum millibili, en svona að reyna að láta skynsemishyggjan að raða þessa milli. Kannski er þetta bara einhver balans þar á milli, en það er alveg klart mál að félög verða að vera óhrædd við að fara í baráttuna þegar að svo að segja réttlæti liggur þeirra megin, sem er náttúrulega það sem við trúum á. En mánuðir og svona veturinn framöndan, hann er svolítið svona óljós að þessu leyti. Það er einhver svona sérstakar línur sýnilegar. Þú ert að spá því að verði reynt að koma á skammtímasamningi? Já, það verða að vera einhverja, sko, breyttar forsendur ef það á að semja til lengri tíma. Ef það er skammtímasamningur með litlu framlegi frá ríkinu, þá býst ég við að launafólk vilji fá hærri launahækkanir. Já, sko, líka með sko, það er náttúrulega til það mótil að fara með samning til lengri tíma bara með rauðum strikum. Það er líka eina aðferðin. Þannig var gert ekki alveg það. Þannig var gert. Það er bara önnur aðferð. Hin aðferðin er svo að bara semja til skemmri tíma. En þá missur þú svolítið slagkraftin í því að ná fram einhverjum umtalsverðum bótum í húsnæðiskerfinu og öðru slíku. Þegar þess að þröngva stjórnvöldum til þess að koma með einhverjar aðgerðir. Eins og var til dæmis í þjóðarsáttasamningnum 89. Það var náttúrulega að koma allir með eitthvað að borðinu og það þarf að vera eitthvað svona langtíma samkomulag til þess að menn komi eitthvað mikið. En þá á þeim tímapunkti, ég held að það veri líka eins og það sem að raunverulega aðilar, þeir treystu hverju öðrum. Það var þetta traust að nú ætlum við að ganga saman. En það er ekki núna? Það er ekki núna. Þú sér það bara á öllu, það er ekki núna. Þetta traust er ekki til staðar. Og ekki á milli ASÍ og SA og ekki á milli ykkar opinbera gerunum og við ríki sem viðsemjenda og ekki á verkefnishreyfingunni gagnvart stjórnvöldum sem eiga halda utanum almannahagsmuni. Það er hægt að gera miklu, miklu betur. Það er bara þannig. En það er ekki vilji til þess núna. Og akkur er ekki viljinn? Já, ég held að sé bara þessi pólitíska áhersla sem er og þessi og raunverulega ég held að sé, hvað ég segja, þetta stefnuleysi gagnvart hagsmunum almennings sem að þessi ríkisstjórn er að praktísera. Svo getur annað spilað inn í þetta. Nú held ég að sé öllum flokkunum ljóst að þessi ríkisstjórn mun ekki halda áfram eftir kosningar. Og þá kemur náttúrulega svona pólitíska svona investering í eitthvað afrek þessar ríkisstjórnar er eiginlega hvatinn er sárið lítill, sko. Já. Nú eru kannski eins og núna fórustu með flokkana er að tala meira svona inn í sinn hóp. Algjörlega. En ekki sameiginlega röddin í samfélagi. Sérstaklega áberandi finnst mér með Bjarna. Eins og í Kastljósi í gær og þú veist, mér finnst hann alltaf tala bara eins og hann sé að tala í okkur fundi upp í Valhöll. Þetta var bara daburlegt. Það var bara þannig. Því miður. Herru Þórarinn, það er frábært að fá þig hérna. Já, bara takk fyrir. Draga upp svona raunsanna mynd af stöðunni. Já, allavega, þetta eru svona einhverja spekulasjónir framtíðina. Við verðum að gera það. Ég ætla að reyna að byrja því. Ég ætla samt sem að reyna að halda bjartsýninni. Því við verum alltaf til þess að bara halda áfram og vakna á morgun og nenna fram úr að berjast. Þá er bjartsýnin og hún er okkar nesti. En það eru alltaf mörg teiknum það að það sé að makkarinn sé ekki tilbúin til að ganga svona rétta leið á manns eigin áliti. Kæra þakki fyrir komuna og við ætlum að halda áfram hérna við rauðaborðið. Við ætlum að fletta yfir í næsta kafla. Við ætlum að tala innflytjendur og íslensku.